Eins og við finnum öll fyrir, þá stendur samfélagið frammi fyrir miklum breytingum og þetta út af tækni aðalega. Við erum að horfa upp á gervigreind að gjörbreyta samfélaginu og það bylting framundan, segja margir. En í rauninni ef maður hugsar þetta í stóra samhenginu þá þessi bylting löngu hafin. Sjálfvirknivæðing, eitthvað sem við kennum við fjórðu iðnbyltinguna, hvaða nöfn sem við notum yfir þetta, hefur leitt til þess að störf hafa breyst og ferlar hafa tekið yfir alls konar hluti sem að fólk sinnti áður bara með persónulegri ráðgjöf. Þetta sjáum við til dæmis í bankaþjónustu. Útibú hafa lokað. Fólk fær ekki sömu þjónustu hjá bönkum og það fekk fyrir 20 árum. Það fær vissulega góða þjónustu þar, en hún ekki svo sama og hægt var að veita áður. Þetta allt hið besta mál. Hlutir breytast og við breytum í rauninni ekki framgangi tímans að þessu leyti, en það má alveg velta fyrir sér hvort að þessi hagræðing sem hefur til dæmis verið gerð innan bankageirans og reyndar í margvíslegum öðrum geirum einnig sé að skila sér nægilega til viðskiptavinanna eða fólksins sem að njóta þjónustunar. Við erum núna að byggja upp nýtt fyrirtæki sem að veita ákveðna þjónustu, fjárfestingaþjónustu fyrir almenning, svona innan sviðs fjármála, umhverfis og banka. Við viljum frá byrjun nýta okkur alla þessa nýju tækni, en algjörlega frá fyrsta degi hugsa að hagræðingin sem það skapar muni skila sér í vasa viðskiptavinanna.